Jæja, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir í þessa beinu útsendingu af fjórðu keppni í fimmtu mótaröð TR1 hjá GTS Æsland. Daniel Rúnar heiti ég og með mér er hann Ingi Þór, blessaður Ingi. Góða kvöldið og velkomin til Austurríkis eða ekki á Red Bull Ring. Það passar, Red Bull Rigning eins og ég vil kalla þetta. Það er gott. Já, þeir eru að keppa í blautu í dag, strákarnir, og þetta ef einhver mann eftir í keppninni á Belgíu í fyrra sem keppti í blautu, þá er þetta töluvert skárra blaut. Þetta er minna blaut. Já, og ég hugsa að flestir, eins og við sjáum hérna í æfingum, ef við horfið á dekkjastatusinn, að flestir eru að keyra á hérna, er eitthvað íslenskt orðið yfir þetta? Intermediates. Já. Það er góð spurning. Létt regndekk. Já, er það ekki? Við kannum ekki bara heilsástekk eins og allt annað. Já, en allavega, þetta er svona milligerð full regndekk, þetta er svona milliregndekk. Intermediates og þetta áttur að setja eitthvað krydd í ringin, að eru keyra tölvöld hægar heldur en til dæmis C2 í gær. Það munar einhverjum 8 sekundum á ring. Jafnvel meira, þannig að en hraðinn er nægur og axelinn er alltaf nóg. Nei, heyrðu, sjáu Davíð Rúnar hérna bara að negla á vegg hérna bara akkurat í æfingunni. Guffi að gefa 2 mínútur í tímatökum, þannig að allir keppendur ættu að vera klárir og þetta verður spennandi. Þetta er búið að vera svolítið mikið einstefna á toppnum hjá Supernova í fyrstu 2 deildunum. Og það er Hannes sem leiðir stigabarátuna með 67 stig, en Davíð Rúnar, hann reyndar hefur verið svolítið að stríða Supernova í T1 og vann keppni á Suzuka. Alveg með stæl sko, það var geggjað reist. Já, það var rosaleg keppni og hann situr í öðru sæti 10 stigum eftir Hannes með 57 stig. Eva sem vann síðustu keppni á Spa er síðan í 3. sæti með 52 stig. Síðan er það Jón Ægir og Kári Steinn, núverandi Íslandsmeistari, sem er svo í 5. sæti. Þannig að, já, þetta verður spennandi, en tímatökur eru að hefjast. Það er nákvæmlega þannig. Þá sjáum við hvort það verður einhver pitbug. Finnst það ekki líklegt. Við sjáum að það eru allir á intermediate dekkinu. Það er enginn á wet dekkinu núna. Já, ég var aðeins að prófa breytina í þessum aðstöðum og það er ekkert rosalega mikið munur, en þau eyðast aðeins minna, fannst mér, og svona þegar þú ert fann að venjast breytinni þá getur þú farið aðeins á. Þetta er alveg svona frekar close call, myndi ég segja, sko. Þá við byrjum að við varum með breytilega rauðrastæður, sko, þá getur það flakka á milli. Þetta er nokkuð öruggt eins og staðinu núna, að þessi dekk duga. Já, það er einmitt eitt sem er frábrugðið núna við venjulegu reysum sem við erum vön að sjá hérna, er að það er ekki skylda að vera á 2 típum af dekkjum í þetta skipti. Það er bara intermediates eða wets í boði og þú ræður hvort þú notar, þú mátt nota þig yfir í gegnum allt reysið eða langar til þess, sko. Það er ekki að skipta yfir á annarkvort í hluta reysum eða eitthvað svoleiðis. Nei, og það vekur vissulega þá spurningu, ætli fara einhver á þess að fara í pit alla leið. Kannski gera allir það. Ég átta mig ekki alveg á því hversu dekkin er að eyðast mikið. Það er sama hér, ég er ekki alveg með á hreinu hversu hratt dekkin slitna, en manni líður eins og svona regndekk eða hálfregndekk myndu slitna sennilega aðeins hraðar heldur en maður er vanur að sjá, en samt ekki, það þarf ekki að vera. Þau eru kannski aðeins stífari. Svo náttúrulega, sko, það eru vissi staðir á brautinni sem eru aðeins blautari heldur en aðrir og það er aldrei að vita, sko, hvort að við sjáum keppendur þurfa að leita í blautusvæðin til að kæla dekkin. Þetta á alltaf eftir að koma í ljós, en við erum komin á fyrsta fljúgandi ring. Þannig að við þurfum fljótlega að sjá tölur. Það er Hannes sem leiðir hann og Eva. Eva, það er strax á eftir. Já, Hannes sem leiðir hann og Eva þar strax á eftir. Eva, það er 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 strax á ef
alltaf í pittinum samt. Já. Hann var að fara að koma sér út og setja einhverja tíma ef hann ætlar ekki að byrja senastur. Sem að strategi að fara út hérna en ekki áður en að Team Supernova kemur. Eins og hann áður á stað. Það veit ég aldrei, sko. Já, þetta verður spennandi. Það er búið að vera mjög líklegt í vetur afs að komið einn. En í liðakeppni það Team Supernova sem leið með 119 stig TGR Iceland eða Toyota Gazoo Racing á Íslandi í öðru sæti með 87 stig, síðan Bíko Racing með 72 stig, Nokko Racing Team með 50 stig, Carvel 29 stig og Team Auto Center með 21 stig. Já, við erum að fylgjast hérna með honum Halla í Team Auto Center en það hvíslaði því einn lítill fugl að mér í dag að hann ætti afmæli í dag. Hann er hérna 19 ára. Þannig að við óskum við það. Þú er 19 ára? Já, maður verður aldrei 30, maður verður 29 og svo verður maður 20 og 10, svo 20 og 11. Já, við héttum upp á 20 og 10 ára afmæli, sko. Eða ekki? Nú er ég bara búinn að sagt mjög raunveruleika að segja 45. Já, svoleiðis. Við erum að sjá hérna fyrstu tíman að koma inn og eins og staðan er akkurat núna þá er Kári með hraðasta tíma. Aðeins 0,03 á undan honum Hannesi sem er aðeins 0,07 á undir Jónægi og svo erum við komin niður í 0,3 yfir í Davíð Rúnar. Já, þetta verður spennandi. Nú er setup leyft í fyrsta sinn í báðum deildum og það hefur satt verið að sýna sig í fyrstu keppnunum að sumir hafa verið að líða fyrir það bara eða kannski framan að verður í setupi eða ekki ennþá fundið sitt en nú erum við í blautu og það er oft talað að rigning sé svona the great equalizer í motorsporti þá svona jafnast oft bil þeirra sem hafa forskot út af græjum þannig að það verður spennandi að sjá hvað Kári sé að fara að koma sterkur og sýna sér fyrir eitt andlit þennan í kvöld. Já, og það er hvort að Supernova fái sterka keppni. Mjög áhugaverð pæling, sko. Það verður mjög gaman að sjá hann í topparötu aftur, sko. Það byrjar að fara meira á honum með hraðasta hring, 1.39,2, tæpar 3 ár. Ég var náð að bæta tíman sinna aðeins, komin upp í 5. Maður hefur náttúrulega að kannast allir áhörðundir sem hafa fylgst með motorsporti við til dæmis þegar rigning kemur í formúlunni þá hafa stundum komið upp aðstæður þar sem að lið sem hafa ekki átt möguleika á að sigra en allt í einu farin að berjast einhver sæti sem bara geta dreymt á góðum degi. Já. Þannig að þetta verður... Það er að segja ef það er ekki hættu við keppnina. Ég sé svo bara að sé alltaf rigning ástæðum það, þannig að það geta að venja sig þessu bara. Jú, það er spurning. Það er náttúrulega búið að lengja öll keppnistímabil yfir í 20 keppnir og það erum við að keppt allt árið þannig að vetur er bara vetur, það er ekki komist. Sumst að rignir meira að öðrum áslutum. Það er að keppa í Suður-Ameríku og öllum. Ertu að horfa á Daniel? Ég er að horfa á Gunnlaug núna, Kingstar. Hann er í 13. sæti. Það er nokkuð lítill munur svona á milli manna ef maður flækkar niður listan. Hoppar yfir ekki meira en í 0,34 en oftast er það minna en það. Þannig að þetta er, eins og ég segi, regnið er svolítið equalizer stundum. Og það er auðvitað að gera mistök, þannig að það er oft sem eitthvað gerist sem að verður óvænt. Og það er gaman. Krydd í tilverunni er alltaf skemmtilegt. Nú fyrir ykkur sem eru að horfa, ef að þið eru spennt að taka þátt og vera
virki kappasturs heimi GTS Iceland og það er Facebook-grúpa sem heitir GTS Iceland og það er þetta ríkismöndum sem allir eru að tala og hvernig keppnir eru og hvernig er hægt að taka þátt. Þetta er allt í boði. En það er ekki nema 0,03 munurinn á Kára í fyrsta sæti og Hannes sem situr í öðru sæti, þannig að þetta er alveg hnífjant. Ég veit að Jón er líka búinn að vera gríðarlega spenntur fyrir þessa keppni, þannig að hann situr í þriðja sæti akkurat núna. Það verður gaman að sjá hvað hann gerir. Ég veit að hann á fullt af aðdáendum þarna úti. Það verður gaman líka að heyra í þeim sem eru í spjallinu. Já, það var einmitt verið að benda mér á það hérna á Messenger að vantaði tjattið. Ég tók ekki eftir því sjálfur að ég var að koma því hérna inn núna en hérna, já, svo voru að tala að heyrðist og látt í okkur miðað við leikinn. Þannig að ég var eitthvað aðeins að eiga við stillingarnar. Ég var að hækka þessi leiknum hérna, spurning hvort það heyrist eitthvað, nei, ég var að hækka í okkur segi. Spurning hvort það heyrist eitthvað meira í leiknum eða hvort það heyrist betur núna. Já, kannski chatti lætur okkur vita. Endilega, og láta okkur líka vita hvað þið haldið pit strategies. Haldið að menn og konur komi í pit eða haldið þið að einhver verði allan tíma úti eða allir? Hvað haldið þið dekk og aðstæðunar, spjallið, sérfræðingarnir á netinu, netverjanir? Virkir í kommentum. Já. En Hannes er kominn í fyrsta sæti og ég get ekki betur að segja að Jónægir sé búinn að hneppa annað sætið. Já, Hannes er kominn í fyrsta sæti líka á alveg svakalegum tíma, sko. 0,3. 1.38. Sæll. Já. Kári þriðji, hann er bara rétt fyrir aftan, sko. Já, hann er hérna líka með slippið frá honum Skeira núna, sko, þannig að það er spurning, er þetta að fara að tefja hann eða er þetta að fara að hjálpa honum? Að komandi inn í þessar S-beygir sennilega ekki að hjálpa. Ragnar Þór segir 1 pitstop, hann vil meina það, og Hilmar segir 2 pitstop fyrir einhverja 1 stopp fyrir þá sem að klessa ekki á vegg. Þannig að það geti alveg verið rétt. Já, þetta verður spennandi. Það hafa allavega einhverjir verið að koma inn í pitt og setja nýja tútur á, en dekkinu virðast nú ekki vera mikið einn. Ég veit ekki alveg hvort að það sé endilega að hjálpa. Það geti verið líka erfitt að ná að hita upp í svona dekk. Er það eitthvað sem að leikurinn er að spá í? Já, ég hugsa að spái minna í því þegar það er svona rigning, sko. Sleppið þá bara á heitum dekkjastillingum. Það er bara alltaf kvöld dekk. Það er spurning, það er allan að dekkin er ekki að hita upp brautina sem að myndi gerast í alvörinni. Já, Eva situr í 5. sæti, hún er 0,2,7 á eftir Davíð Rúnari sem er í 4. og það er alveg hálf sekúnda frá Davíð í 4. og í Hannes. Eva er núna á outlapp, þannig að hún er nýlega búin að skipta dekk. Já, sjáum hvað hún gerir. Ekki nú líklegt að hún er eftir að draga fram eitthvað leyni vopn á síðustu stundu sem að hífur hann upp listan. Það er alveg ótrúlegt hvað hún getur kreist mörg sekúndubrot út þegar það þarf á að halda. Já, hún líka æfir alveg grimmt fyrir þessa keppnir, sko. Hún finnur öll sekúndubrotin sem hægt er að finna á brautinum, sko.
ef hún væri á launum þá getur kallað hana atvinnumann, sko. Já. Já, ég hugsa að sé... Wink, wink, sponsorar, wink, wink, sponsorar. Nákvæmlega. Já, ég hugsa að sé alveg svo sannarlega allavega eitt pitstop, það er algjört lágmark að það sé eitt pitstop, sko. Já, það er gaman að sjá hvernig dekkin endast og líka bara hversu hratt gripið fer eftir í hvað endast. Það er mismunandi, kannski verða það mjög slæm þótt að það líti út fyrir að vera mjög einn, kannski ekki, kannski öfugt, maður veit það ekki. Þetta er allavega meðan hvernig dekkin líta út og þau eru að skipta dekk núna, þá kannski bendir það til þess að það geti verið svolítið munur og gripið sér fljótt að fara. Ég hugsa að dekkin munu segja til hvort það verða 1 eða 2 pitstop en bensinið mun sjá til þess að verður að minnstakosti 1. Það eru komnar að minnstakosti 2 spár hérna í chati, Óttar spáir Hannesi í 1. sæti, Evu 2. sæti og Jóna í 3. sæti og Agnar Freyr spáir Hannesi 1. sæti, Evu 2. sæti og Kára 3. sæti. Þannig að það var held ég komin einhver spá hérna fyrir ofan líka þess að kíkja hérna upp. Hvort að, nei, ég hef ekki nefnilega. Ég er að hugsa að henda einni viltri spá hérna út í loftið. Já. Ég segi að Jónægir vinnur, Já. Kári verður annar og Hannes verður 3. Já. Þetta er djörf spá, en Jónægir hins vegar á bíl sem er mjög segur í rigningu. Situr í 2. sæti í tímatökum, þannig að Já. Kári er 3. Þetta er ekki nema bara 1 slipp hjá Hannes inn í baugi þegar þá er spáin mín komin. Nákvæmlega. Og sjá hérna líka Þorsteinn er að setja P4. Dimmi spáir Hannes, Eva og Jónægir. Já. Þorsteinn komin í 4. Næs. 3 sekúndur eftir tímatöku, síðan er það bara að klára hringinn sem þú ert á og þá erum við tilbúin í keppni. Við tilbúin í race. Ívar Eyþór segir Jón, Hannes, Kári. Þið verðið síðan áhörundur að fylgjast með hvort að spárnar eitthvað sé að ræta. Það er ekki séns að ég geti muna allar þessar spár, sko. Það er einhver í spjallinu að taka að sér veðbankann. Já. Haldið þetta bókhaldið. Já, nákvæmlega. Þetta virðast vera svona í fljótu bragði vera seinustu tölurnar sem við munum sjá, sko. Sjáðum að Þorsteinn á að koma sér upp í 3. sæti, upp fyrir Kára. Vel gert, erum við að fara að sjá Þorsteinn blanda sér í toppslaginn. Kári er að koma hérna yfir, nær hann að bæta sig. Nei, hann misti svolítið gripið í síðustu beyginu og var óstöðugur og ef hann var að góðum tíma þá hvarf það þar. Hann Ívar Eyþórs er búinn að taka að sér að vera viðbankastjóri og ætlar að skrifa niður spárnar. Vel gert. Við þökkum Ívar fyrir það. En það er Hannes í Team Supernova sem að setur pól á Red Bull Ring hér í Austurríki á tímanum 1:38.887 og hér sjáum við listan. Þetta er að fara að gerast. Spennið beltin, hækkið nú í sjónvarpinu eða headphoneunum, hvað sem þið eruð. Já, veistu, ég er að spá að gera það líka. Hækka aðeins í það. Það er alltaf meiri stemning að hafa pínu hátt. Já. Það er upp í 11. Jæja. Gott fólk. Nú er þetta að fara að gerast. Spennan í loftinu. Jón Ægir
annar á pól, Þorsteinn þriðji og Kári fjórði og Eva í 5. sæti. Þar á eftir Davíð. Þetta eru allir toppanir í einum höng. Koma svo, let's go racing. Þetta er komið í gang. Komið í gang klukkutími eftir að reysinu. Tíminn byrjar að telja niður. Fyrsta Það er beygjan. enginn að reyna framúrakstur núna. Allir sé að hugsa að koma sér bara örugglega í gegnum fyrstu beygina. Jóna er nægt góðu drifur út úr fyrstu beyginni og er að slipstreama Hannes. Það er ágætt að hafa gott silfuna fyrir fram að sig þegar maður er á bussanum. Herru, má sjá, hvað er að gera sann? Var Þorsteinn að reyna að dífa sér á beygina? Nei. Og skemmt á Jónægir. Hans. Þorsteinn, ertu að replay, guð. Já, heyrðu, replay maður, virkar það núna? Já, heyrðu, það virkar. Jása. Vel gert, replayið mætt aftur, sjáu þetta. Þorsteinn fer hérna aðeins eitthvað, já, ég veit ekki alveg hvernig er þetta dæmið þessu. Þetta var rosalegt í annarri beygju. Sama í beygju nr. 2 og Hannes kom með 3 sekúndna forystu á Kára sem er með Evu fast á hælunum og Þorsteinn er í 4. Davíð Rúnar í 5. Guffi í 7. Ævar Diego í 7. og Jón Valdimars þannig í 8. sæti. Ég skal segja ykkur það. Ég er bara í uppnámi hérna. Já, þetta var rosalegt maður. Jónægir er komin í seinasta sæti og er með skemmda aftan. Hann mun sennilega þurfa að pitta bara strax. Til þess að losna við skemmdina, hann tapar ekki of mikið. Jú, það er beint í pittin. Beint í pittin, jú. Það síður ábyggilega á þeim núna. Ef þið sjáu reyk út á Seltjarnarnesi, þá er það úr íbúðinni hans Jónægis. Þið heyrið örugglega öskrin líka. Já, ég finn til með honum. Þetta var rosalega óhefnilegt. Það var kannski aðeins bjartsýn tilraun, ég veit það ekki. Ég sá þetta ekki nógu vel til að geta dæmt það. Nei, þetta var sama ekki hér. írandi, þetta er bara óvart. En þetta er náttúrulega regnið. Við erum að díla við hluti, menn geta auðvitað klossað og þá hverfur bremsukrafturinn svolítið. En var það ekki Red Bull ringa sem Jónægir þurfti að vinna sig upp hérna á seinasta tímabili? Brandsats. Var það Brandsats? Ég man aldrei hvað er það. Það er annað skiptið til þér annað reisi í röð sem ég spyr út í þetta sko. Ég er samt búinn að gleyma þessu. En við erum þá komin með side story hérna fyrir kvöldið að fylgjast með Jónægi yfir upp listan. Hann er nú 30 sekúndur í næsta mann þannig að við kannski tjekkum á því bara þegar að líður hans á keppnina hvernig honum miðar áfram. En það er Hannes í fyrsta. Kári er með Evu fast á hælunum sér. Þorsteinn þar rétt og eftir. Eva er að kíkka á Kára. Fer svolítið vítt þarna. Já, hún er gott. Hún er að reyna framfarakstur. Kraftmiklum bíl í slipstream. En þetta er riski beygja að reyna framfarakstur þannig að ég hugsa hún að reyna að setja hann upp fyrir næstu beygju frekar. Sjáu þið hérna? Bæði alveg á mörkunum. Nú þarf hann að verja sennilega. Og Þorsteinn er líka að verjast Davíð Rúnari. Þetta eru 2 baráttur hana, mjög nálægt hver annarri. Þessi beygja nr. 2 þarna eða 3 eða hvað sem maður vill kalla þetta getur verið alveg stór hættuleg sko. Herðu, ég get ekki betur séð hana að Davíð Rúnar sé komið fram úr Þorsteini. Það lítur allt út fyrir það. Pressan er ennþá á Kára. Þetta er aksjónu til að fylgjast með hérna. Annað og 3. sætið og síðan horfum við hér á fyrir aftan líka baráttuna 3., 4. og 5. sætið. Þetta er bara double whammy veisla. Kári kominn upp í 4,6 sekúndur.
Hannes er bara virkilega að stinga af hérna núna, sko. Já, hann fekk gott break með þessum mistökum hjá Þorsteini og óhappinu hjá honum og hérna Jónægi. Það gaf honum nóg gott pláss til að geta einbeitt sér aksinum og þurfi ekki að vera að hugsa þann sem er fyrir aftan sig. Það er rosa erfitt fyrir Kára að vera að sækja á Hannes núna þannig að hann er með Evu í bakspeglinum. Þannig að á meðan er Kári bara að njóta þess að hafa engan til að trufla sig og það gefur honum betri tíma. Sjá hérna, Eva reynir framrástur. Þarf að frá uttaverðu. Alveg hlið við hlið inn í fyrstu beina. Kári með innri línunum samt. Já, reynir hún undercut. Já, nær hún gripi. Kári virðist ná betra exiti út í þessari beygju. Þetta er annars skiptið í röð sem að hann nær svolítið góðu fórskotið þarna, sko. Og Þorsteinn fyrir aftan þau að reyna komin fram úr. Það reyna fram úr, sjá við hérna. Davíð Rúnar, fer inn á hann. Hann er komin fram úr. Hér er allt að gerast, sko. Það er allt að gerast hérna fyrstu hringjunum. Hvað segir tjattið? Sándið í okkur ekki bara excellent? Það hlýtur að vera, það er allavega ekki að kvarta neitt. Það segir þetta stjarnir í sjáin. Þetta er rosalegt. Það er alveg... Sjáðu þið, þetta er orðnar 3 2 bíla baráttur hérna bara í röð. Annað þriðasætið, 4. og 5. og svo 7. og 7. Og við getum nánast stoppað þetta allt í einni mynd. Ég var næstu farin aftan á Káran hana. Ég ætlaði að kíkja hérna inn í bílinn hjá henni en ég gat það ekki. Já, það væri nú gaman að hafa innanborðsvél. Það væri hægt frá einhverju af þessu aksjónu sem við erum að horfa á. Lemja bara fastar í takkan. Já, þetta er svona algengur glitch. Ég þarf að fara út úr spectate og aftur í það til þess að geta skipt sjónarhorn. Nei, heyrðu, reynir hún, nei, heyrðu, nærið ekki samt ekki. Nei, hætti við á síðustu sekundu. Hún hefði séð að þetta hefði endað með ósköpum ef hún hefði látið þetta stikka. Glæsilegt sound, segir Ívar. Það er bara alveg frábæra fréttir. Glæsilegt. Spurning hvort við erum að hvíla okkar á þessum númerum, Davíð. Daniel meina ég. Hvíla okkur á hverju segirðu? Númerum, fallegu. Ofan á bílunum? Já. Það er engin númer ofan á bílunum hjá mér. Nei, auðvitað ekki. Ég hef ekki að horfa það sem þú. Þessi var góður. Hvernig ekki ég þetta það? Herru, fyrst að við höfum tækifæri hérna í smá stund í smá bríður ætla ég að hérna fara út og svo aftur að horfa til þess að geta skipt sjónarhorn. Já. Þetta er gríðarlega spennandi hérna. Fyrstu hringir, við erum komin á hring 6. Ég get því miður ekki sagt ykkur af hvað mörgum hringjum því að vanalega er keyrt vissur hringjafjöldi en út af það er rigning og í tilefni þess þá var ákveðið á Red Bull að keyra eftir tíma og lengja aðeins allavega í T2-deildinni lengja aðeins tímann sem við keyrum vanalega allavega 5 mínútur og við keyrt í 50 mínútur í gær og við erum að keyra í klukkutíma í T1. En Hannes er með 6 sekúndna fórust á Kára og Kári komið með 1,2 sekúndur á Evu sem að gefur honum smá slaka, hann getur aðeins anda rólega og hægt að góna í speilin og einbeist sér aðeins að akstrinum hann eða spurning hvort hann sé að minnka bilið þá eitthvað á Hannes hvort hann er að halda í jöfnu, þetta virðist svona vera að rokka pínu til og frá. Já, en núna er Þorsteinn líka að nálgast Evu svolítið hratt, sko. Hann er kominn í sekundu hann á milli. Undir sekunduna með þessu.
og það er líka stutt í Davíð fyrir aftan hann þótt að það sé ekki að ógna í augnablikinu þá liggur hann bara eins og já, veiðimaður í skurði að bíða til bráðinni bara það er líka oft ágætt stundum að taka sér smá pásu ef maður er í miklu baráttu aðeins að undirbúa sig fyrir næstu lotu. Þetta er ekki búið hjá strákunum. Það er nóg eftir. Sjáu þetta, Þorsteinn er með góða keyrslu á Evu í drafti núna. Ætla að reyna að fara inn á ná. Sennilega ekki núna nálægt. Nei. Hann er með rosalega gott exit hérna. Já, það er pressa á stúlkunni. Þorsteinn sér að halda henni uppteknu við hernið. Hann má ekki missa neitt fókus í þessum aðstæðum. Já, bara í neinum aðstæðum þegar það er í kappastriði. Það er sekúndubrot af einbeitingarleysi getur endað út í sjöriði. En Kári stór græði náttúrulega þessu því ef að það núna verður að pæla í því hvað Þorsteinn er að gera bak við sig, þannig að... Já, þetta er klárlega að hjálpa honum að slíta sig frá Evu. Það virðist vera svona þokkalega svipað dekkjarslit hjá þeim hérna öllum. Svona örlítið meira aftan kannski hjá honum Þorsteini, heldur en Evu. Kári kannski eina verstur á aftan að hann. Já, Kári er sennilega að pressa svolítið vel, sko. Hann keyrir líka spólvarnarlaus í rigningunni. Já, sæll. Og með skilst hérna á spjallinu að hann Davíð Rúnar gerir það líka, sem stemmir alveg. Hann er líka spólvarnarlaus. Þeir eru báðir á súprunni. Hérna utanverðu, Þetta, hann reynir og reynir en ef hún kann að verjast, henni er varnarvextur vel, það er eitthvað sem hún gerir vel. Við sjáum hérna, það fara á utanverðu, hörplu bara þeirra. Mjög svipið dekkin hjá þeim. Hann alveg liggur í skottinu. Já, hann virðist alltaf tapa aðeins á þessum kafla. Það er líka barátta í 7. sæti á milli Guffas sem er í 7. og Jón Valdimars er í 8. Jón Valdimar að pressa. En sýnir sem samt á baráttan vera þarna hjá Evu og Þorsteini. Það er eiginlega erfitt að yfirgefa hana, sko. Já, Þorsteinn er hérna ennþá í slippinu, sko. Ekki með alveg eins gott. Ég sé að Kári er búinn að vinna sekúndu á Hannes núna á síðasta hring. Hannes hefur sennilega gert einhver mistök. Hann átti þarna aðeins verri hring. 8. hringur, 1:40,5. Það er alveg 0,67 hægar heldur en vanlega hjá honum. En taktu samt eftir því að Jónægir er búinn að minnka bilið rúmar 11 sekúndur eftir að hann þurfti að fara í þetta snemma pitstop í að Halla. Já, síðast ég tekka þá var það Skeiri en nú er það Halli, en hann er að nálgast hópinn.
Jón Valdimar sé komið fram úr Guffa í 8. sæti og Skúli rétt fyrir aftan Guffa. Hörkubaráttan þar í gangi. Já, ég að fylgjast með þar líka. Það er hérna bara 3 í röð. Skúli þarf að vera aðeins nær til að geta ógnað. Þannig að Guffi þarf að gera sem hann getur til að hanga í Jón Valdimars og helst komast fram úr honum aftur. Já, hann er samt búinn að missa núna slippið, þannig að það er spurning hvernig hann næra að halda í þetta. Skulum kíkja aftur á hérna Evu og Þorstein. Þorstein er að reyna framaræstur. Kominn innan á og öss! Kominn fram úr. Hann náði að Rauðkenni blíkna vangan. Já, Eva kemur hérna bara spólandi, bara driftandi hérna alveg brjálið yfir þessu sko. Hún ætlar ekki að láta þetta slæta sko. Nei, þetta var nú vel gert hjá honum og ég hugsa hann að vinna aðeins strökkja á henni vangan hana en ekkert alvarlegt og ekkert sem að neitt segir eitt eða neitt, truflaði engan. Þetta bara er kappakstur og ég er ekki einu sinni viss að það hafi verið svoleiðis en þau voru þarna alveg rosalega nálægt hver öðru. Mátti ekki mikið út að bera til að myndi eitthvað annað gerast en þetta tókst og það var flott gert. Núna er Þorsteinn bara með skotmarkið á honum Kára, sýnist mér. Og Evu Öss, hún er að reyna, hún ætlar sko ekki að láta hann eiga þetta. Já, hún er með... Nei, ég held að hún hefði nú verið með slipstream með það, en svo er ekki. Það getur að vera með replay takkan á standby. Þorsteinn svona heldur vítt hana í 3. beygju. Það virðist ekki koma að sök. En núna er Davíð Rúnar bara, já, gera allir að Evu nánast. Já, hann er búinn að vera að nálgast þau á meðan þau eru að berjast. Dekkin hans eru rosalega slitin, miðað við Evu. Þetta er rosalega erfið staða sem Eva er búinn að vera í núna bara frá því að keppnin byrjaði að fá aldrei breyk til að geta keyrt almennilega í friði. Það er alltaf einhver í skottinu á þér og svo kannski hægir svo bara á þér pínu og missir þér fram með þér og þá er næstu byrjar að pressa og þú ert ennþá ekki, það getur tekið mann úr rytmanum sem maður er að keyra og gjörsamlega bara, þú veist, sett manni allt annan rytma heldur en maður ætlaði sér að keyra í, sko, og hún er búin að vera undir stöðugri pressi, þannig að þetta er ekki auðveldur akstur fyrir hann í dag. Hún er mikið búin að verjast, en stendur sig vel og þetta er alls ekki búið. Það er nefnilega nákvæmlega þannig og við sjáum það bara langbest að því hvað Hannes er búin að fá mikinn frið í keppninni núna. Eftir þessi mistök hérna í annarri 3. beygju, hvað sem heitir víst í þessari braut, en ja, hann náði að fá gott forskot þar og halda sér þar bara. Og hann er búinn að pikka upp hraðann aftur en Hannes, hann átti hann einn slæma ring og Kári nálgast hann og Kári var líka búinn að vera að bæta tímana sína en núna síðustu ringi hann aðeins búinn að keyra hægari og allt upp í sekúndu hægari heldur en Hannes, þannig að Hannes er að detta í 8 sekúndna forskot. Og Kári þarf sennilega meira að fara að hugsa Þorstein heldur en Hannes. Já, hann þarf líka að fara að hugsa dekkin hjá sér, sko, miðað við Þorstein. Svo sjáu þið líka hvernig þetta liggur. Eva er rétt fyrir aftan Þorstein og Davíð er rétt fyrir aftan Evu. Ef að Kári og Þorstein byrja að berjast, þá gæti þetta orðið 4 bíla hung of a battle. Það er nefnilega þannig. Og meðan er bara ekkert að gerast í fyrsta sætinu, þannig að maður bara
tekur ég varla að vera að fylgjast með því, sko. Nei, þetta svona, við viljum fylgjast með baráttunni þótt það sé vissulega gaman að horfa á hraðasta ökumanninn klokka fullkomnum hringjum. Núna sko Þorsteinn bara alveg að detta í kjölsóið hjá honum Kára, sko. Já, ég bara sé fram á tilraun til framúraksturs mjög fljótlega. Jafnvel bara í næstu beygju, hann hérna hússandi í drafti. Ekki nema að hann sem ekki alveg nógu á áttunum, þá þarf að vera aðeins nægt til að réttlæta dífu. En þetta ekki hálf sekúnda. Hann góður í keyrslu. Hann góðu exiti þarna og ennþá í kjölsóinu. Og en sko á sama tíma sko Davíð Rúnar í kjölsóinu á Evu, sko. Þetta rosalegt. Það virðist bara alltaf vera tvær baráttur á skjánum. 4. og 5. sætið og 3. og 2. sætið. Já. Fylgjumst aðeins með hérna Davíð Rúnar, ég sjáum hvort hann gerir eitthvað allugu að Evu. Og hann alveg kominn í skottið á henni, hangir í sliðarunum. Já, hann fær engan friðstakmann, það er bara stöðupressa. Þorsteinn er orðinn ansi líklegur hérna fyrir aftan Kára og ætti kannski að tjekka á því. Ég var að mynda að skipta yfir á það. Ég veit að reyfi sínkar á þessu. Sá hérna reynina, nei. Já, hann ætlar að reyna að kapla um hérna, sko. Já, þetta er líklegri til vinnings að pressa í fyrstu beygju og ná rönnin út úr henni. Já, bara nákvæmlega það sem hann gerði. Hann tók strax innri línuna, þannig að Kári gat ekki varið innri línuna. Það er gert hjá honum. Hann tók strax yfir á honum. Hann er bara með þetta, held ég, sko. Þetta er bara, já. Þorsteinn er í stuði. Gaman að segja þetta. Kominn upp í annað sæti. Kári í 3. og Eva í 4. Davíð Rúnar 5. Ævar Diego 7. sæti. Jón Valdimar 7. og Guffi er í 8. sæti. Nú ef við förum aðeins niður listan þá er Kingstar, Gunnlaugur í 9. og Skúli 10. Ásgeir 11. Halli 12. og það er aðeins 11 sekúndur í Halla en Jónæði situr í 13. sæti eftir að hafa fengið smá aftan í keyrslu á sig á fyrsta hring og þurfti að fara í pit í viðgerð, þannig að hann kom út úr pit alveg hálfri mínútu eftir öllum. Ég ætla aðeins að fylgjast með hérna, Skeiri er að gera allugu að hann Skúla, kannski lætur mig vita ef það gerist eitthvað þarna á toppnum í millitíðinni. En ég langar að sjá þetta líka. Já, það er hart pressað. Skylineinn er sterkur á þessum kafla hérna, sýnist mér. Skeiri tekur inn í línuna. Hann er ekki alveg að taka fram úr, en hann pressar hart á hann Skúla, sko. Skylineinn er rosalega góður í svona hröðum og millihröðum vegum. Mörgum. Við syns þetta bara vera komið hjá honum. Það sýnist mér líka. Flott slætina hjá Skúla. Já, Skeiri kominn upp í 10. sæti. Og þá er það bara að ná Gunnlaug. Já, það er að... Þetta er ansi þétt hérna annað til 4. sætið. Já, Davíð Rúnar, dekkinn hans farin að segja aðeins til sig núna. Hann er að ekki að halda eins vel í Evu eins og hann var að gera áðan. Það eru 5 mínútur rúmar í að keppnin er hálfnuð, þannig að það má búast við eftir svona 3 hringi fyrir við að sjá keppendur koma inn í pit. Inn í
Fyrsta þjónustu hléð, annað fyrir Jónair. Já. Hefur búin að vera svolítið duglega að ná sér í penalties. Já, það skiptir engu máli í þessari braut út í að þú klárar bara penalties á 3. beygju. Þetta er alveg góður punktur. Þetta er svona eins og að slá á puttan. Já, þetta er eina af þessum brautum þar sem að penalty skiptir engu máli, sko. Það er ekkert penalty að fá penalty. Forskotið sem Hannes er búinn að byggja upp núna er komið upp í næstu 11 sekúndur á annað sæti og Þorsteinn er bara að stinga af hérna, sko. Hann er bara búinn að stinga Kára af og Kári þarf að fara að passa sig á henni Evu núna, sko. Já, og hún er að vera komin í þá stöðu að fara að ógna Kára, þannig að sjáu hérna Kári slætandi. Þetta gaf Evu kjöri tækifæri, þá slætaði hún undan hans líka. Hann er líka á tölvöld verð einnum dekkjum en Kári, sko. Já, það er, hann mætti fyrir, heyrðu. Kári í pit. Það er hann að smá lafband frá Evu inn í pitinn. Hann er hægt sennilega meira á sér heldur en Eva gerði ráð fyrir. Þannig að hún er ekki að gefa hann 0,2 hana með bampan aðeins. Jæja. Þá er bara spurning hvort að undercuttið virkar fyrir Kára. Já. Og hann þarf þá kannski pínu að passa afturdekkinn betur því hann þarf að keyra lengur í næsta renni heldur en í því fyrsta og á eins dekkjum, þannig að ef hann var slæmur þegar hann fór inn núna þá má hann búast við að vera slæmur þegar að rúmar 30 mínútur eru búin að eftir. Takt eftir því, sko, að Jónair er hérna hann er kominn fram úr honum Halla. Halli hefur sennilega lent í ykkur, hann tók 2 mínútur og 10 sekúndna hring á hann. Já, hann fór í pittin. En Jónair er hérna beint fyrir aftan Kára eftir að Kári kemur úr pitt, sem þýðir í rauninni að Jónair væri sennilega í baráttu pódium ef hann hefði ekki lent í þessu óhappið þarna þar sem Þorsteinn fór utan í hann. Klárlega. Hann ætlaði sér að vera á pódium í kvöld og var klárlega með hraðan í það. Já. Þannig að það er spurning. Dekkin hjá honum eru mjög góð ennþá, þannig að spurning hvað hann keyrir lengi úti, en ég var svona að fara alla leið, sko, en maður veit aldrei þegar að desperation grípur inn og óvæntir hlutir gerast, þá kannski breytast plönin á mönnum. Jú, það getur gerst. Núna séum við að Davíð Rúnar er kominn í pittin líka. Hann verður náttúrulega að fara í pitt, hann þarf að taka bensín og Já, Guffi kominn í pitt líka. Og hann hangir áfram á til Guffi í pittnum, Skúli í pittnum. Eva kominn 2,7 fyrir aftan Þorsteinn núna. Hann er alveg gjörsamlega búinn að stinga af í öðru sæti. Diego í 4. sæti, hann er 4 sekúndum fyrir aftan Evu, 17 sekúndum fyrir aftan Hannes. En þá er spurning hvort að Davíð Rúnar sé að reyna undercut líka, sko. Þegar hann kemur út úr pittinu fyrir aftan Jónair. Já. Þannig að það segir okkur það að hann væri fyrir aftan Jónair ef að hefði ekki komið þetta óhapp þarna.
Að öllu líkindum allan, það er ekkert hægt að staðfesta það, minnst það líklegt. En Hákon spyr hvort við myndum fá okkur ís í penaltís, er það ekki eitthvað? Ég var alveg til í ís núna. Já, spurningum að senda skilaboð á hvað er það? Ísbúð Huppu eða eitthvað svoleiðis, nei hvað, ég man aldrei hvað það heitir, er alltaf verið að auglýsa sem er með einhverja skrýtin nöfn á ísunum. Þá Spurningum að senda pólís á Hákon fyrir aulabrandarann. Já, Pólís. pólís, penaltís og pólís og... Já, þetta er allt gott. Ég þykir með súkkulaði akkurat núna. Hvað eru mörg ís í því? Það er bara eiginlega engin barátta á brauðfinni í Evrópíkinu. Nei, þetta er búið að róast alveg svakalega í seinni helmingnum. En við náttúrulega erum að sjá við sjáum að Jónæir er komin í pit. Jónæir kemur út úr pittinum í 12. sæti á undan Skúla sem er búinn að pitta líka, þannig að í rauninni er Jónæir búinn að vinna sér upp 1 sæti síðan að síðan hann snerist þarna á fyrsta hring. Take it easy, segir Illugi. Við höldum áfram með íspönnin hérna alveg. Það er tíminn sem að tekur að ná liðinu, en þegar hann er komin, byrjar að fara fram úr, þá fer maður að sjá hann aðeins færast upp lista kannski, hraðar. Já. Þannig að þetta verður spennandi síðustu 30 mínútur. Það tók til 30 mínútur að ná hófnum. Já. En núna sjáum við að Skeiri og Diego eru komin í pit líka. Þannig að við erum farnir að sjá svona myndina á þetta eins og hann var. Kári er komin í 4. aftur og Davíð Rúnar í 5. Eva er ennþá eftir að pitta og sömuleiðis Þorsteinn og Hannes. Þannig að efstu 3 eiga eftir að pitta. Lítum að fara að koma inn núna fljótlega. Hann fann að keyra aðeins hægari en Hannes með hringinu hans, en ef þið horfið á tímana þá er hann alveg rosalega stöðugur. Virkilega stöðugur. En farin að taka hægari hringi heldur en Þorsteinn er að taka akkurat núna. Hann er, eins og Hákon segir hérna í spjallinu, alveg ískyggilega hraður í kvöld. Það við höldum áfram með þessi íspönn hérna, bara þá má ekki gleyma þessum ísum maður. En þá fer Þorsteinn í pitinn. Og Eva. En ekki Hannes. Hannes ætlar örugglega að klára bara eins mikið bensín og hann mögulega getur áður en hann fyrir pitt, þannig að þegar hann loksins fyrir pitt og kemur út af frestekkjum þá er hann mjög léttur og getur náð alveg svakalegum hraðasta hring. Hann ætlar að taka hérna Suzuka á þetta aftur. Já, það er aldrei að vita. Eva og Þorsteinn eru í pitt. Já, eins og Hákon bendir á þá er Þorsteinn á bílnum sem hendar best á þessari braut. Þannig að sá maður það í Tier 3 keppninu að það voru margir á Aston Martin í þeirri keppni. Já, hann hefur verið mikið tekinn hér á Red Bullin. Já, það er mitt opið bílaval í Tier 3, þannig að þú getur alltaf valið bara þann bíl sem hendar best fyrir brautina ef það langar til þig, sko. Þorsteinn kemur út úr pitt í 3. sæti, þannig að hann þarf aftur að ná fram úr Kára ef hann vill halda öðru sætinu sínu. Kári, undercuttið hefur virkað fyrir Kára. Já, hann er 3,3 sigur á hann.
Þannig að maður spyr sig hvað Hannes sé að græða á því að hanga svona lengi úti. Því að allavega síðustu 4 hringi hann ekki að bæta forystunni sína. Nei, alls ekki. Það mun bara halda áfram þangað til að fer í pit sem hann þarf að gera. En það sem náttúrulega líka gerist er að þegar hann fer í pitinn þá þarf hann ekki að taka eins langt pitstopp á hinir þar sem að hann þarf ekki að taka eins mikið bensín. Hann þarf ekki að taka eins mikið bensín til að klára reysið. Já, það er spurning. Það er náttúrulega bara kannski 1 sekúnda til eða frá. Spurning hvað hann er að tapa mörgum sekúndum á 5-6 hringjum. Þetta er svona samt bara svipað sko, þetta er að hanga í 40 sekúndum, þannig að það er bara svona ekkert að svitna yfir þessu sko. Hvort sem hann gerir þá er hann í góða málum. Það er nefnilega svolítið þannig, en hann er samt að minnka bilið, sko. Hann var komið niður í 10 sekundur og það er núna, náttúrulega, þú veist, hann er svo eini sem er eftir að pitta. Ætla hann farin í pitt núna? Já, þú meinar sko, hann alltaf, já, fyrst að 40 sekundur eru fljótar að fara þegar hann fer í pittinn. Ertu með það á hreinu hvað þú ert lengi í pittnum? Er þetta ekki kringum 30 sekundur? Rúmar eða? Já, 27-30, hann er alltaf fyrir pitt núna, þannig að við sjáum bara hversu nálægt honum hann Kári nær. Ég held að hann sé að stela þessum á honum Hákoni hérna. Hann er satt að vera hérna seinastur inn í pittinu, fá sér ís í boxi, eins og Hákon sagði. Ískalt hann að þeirni pitt og fæði sér ís í boxi og allt að gera, sko. No pitties. Já. Æja, nú er Kári að detta inn á beinakamlan, Hannes fer að leka úr pinnum. Hann er kominn að staðan Hannes, þannig að Kári nær honum ekki. Nei. Spurning hvað þetta eru. Þetta eru einhverjar 7 sekundur sem hann hefur á hann. Þannig að þetta er búið að vera að minnka. Þetta er minna bíl heldur en þegar hann áður en að þeir fór allir í pit. Þetta er það, en ég held að hann þurfi ekki að hafa miklar áhyggjur ef hann heldur áfram að keyra eins og hann er búinn að vera að gera hingað til, sko. Það eru bara 22 mínútur eftir, hann keyrði 38 mínútur eða 37 mínútur og hélt forskotinu þá. Ég er eins og Sigga Beinteins, ég lifi í voninni. Já. Það er 20 mínútur eftir og þetta er að detti 5 sekundur, það er pína minka bilið. Herðu, núna er hérna alltaf snúast við, núna er Davíð Rúnar farin að slást við hann Þorsteinn. Ég er að spá fyrir slægi á síðustu hringjum. Þetta verður spennandi að sjá. Þorsteinn er hérna að verjast frá Davíð og ef hann bara rétt á eftir. Það er bara búið að vera stanslaus barátta frá öðru sæti í 5. sæti síðan að keppnin byrjaði. Mismunandi baráttur, mismunandi keppendur á stöðum en alltaf þessi sæti að berjast. Þetta er beautiful. Við kvörtum ekki yfir því. Nei. Þetta er það sem við elskum við kappastur. Hér er blóðsviti og tár. Liggur enginn og heldur hné á sér grátandi á grassinu. Má sko til að Sjáum við að hérna Jónægir er kominn í slaginn við Halla. Þannig að hann er að fara að vinna í því að vinna sig upp listan, komast eins ofalega að hann mögulega kemst.
það er bara stutt í næstu menn beint fyrir framan Halla. Hann basically er með 3 sæti í siktinu. Já. Sá hérna, reynir hann hérna á. Já. Nei, heyrðu. Þetta var bjartsýn. Það var full bjartsýn þarna. Seint. Já. Ég hugsa að Halli hafi bara haldið sig á bremsinu og beðið eftir hann að fá framhjá. No worries. Já. Það hefur örugglega verið einhver hálka þarna í öllum þessum ís sem við erum að tala um. Já, sko þetta er trikkið við bleytuna, sko, að það er að það er alltaf að bremsa signin einhver. Það er miklu meira riski en vanalega. Það er svo rosalega lítið að bíllinn snappi og missi grip. Já, það var nefnilega þannig, sko. Og bara nákvæmlega eins og að horfa á hana, þú veist. Heiðarlega tilraun, en þetta var aldrei að fara að gerast. Það var allan tímann að fara að skauta fram úr honum. Ingi, en Hilmar Veigar er að spyrja þig hérna í spjallinu hvort það sé ekki ískalt á Akureyri. Herru, það er snjór út á götum og Brynjus í sjoppunni. Þessi staður er cool as ice, það er alveg þannig. Ice baby. Algjörlega vanilla ice frá Akureyri. Já, ef það væri nú svo gott. Ertu að horfa á Jónæði ennþá eða? Já, ég er að fylgjast með honum hérna. Ég sé sko ekki nóg með það að Jónæðir er að pressa vel á Halla, þá var Halli farinn að nálgast Gunnlaug líka frekar hratt. Þannig að reynir Jónæðir aftur. Nei, hann reynir ekki aftur, hann hætti við. Kíkjum aðeins hérna inn í bíl til Jónæðis. Því, hvað gerir þarna? Þetta var eitthvað. Hvað gerist hérna? Nei. Já, ég klúðra eitthvað, ég ítti á eitthvað villans takka og fór bara að spóla hérna. Það er gríðarleg pressa hérna sem að Jón Ægir er að setja á Halla. Þetta er bara spursmálum, hann er fann að blikka hann. Spursmálum hvernig hann kemst fram úr. Halli fer í pit. Já, hvernig Akkur stendur fer það í pit. Hann er að vera bensínlaus. Hann hefur gleymt að setja bensín á bílinn þegar að... Halli minn! Hvað er því? Kallinn hefur gleymt að segja... Hann hefur verið að hugsa um afmæliskökuna, hann hefur ekki geta komist hjá því að hugsa um afmæliskökuna og bara gleymdi sér alveg, sko. Hann vildi drífa þetta reis af og... Ég lenti í síli Le Mans á fyrra þegar ég var alveg að nálgast þig. Þá þurfti að taka auka pitt, manstu eftir því? Já, ég man eftir því. Ég náði nú... Nei, En sko, þegar maður er í æsingunum, kemur hann í pitt og maður bara það er lítið bara að taka, þú veist. Takk í þessu rólega, maður þarf ekki að gera. Þú hefur fullt af sekundum til að ákveða þig og þú tapar engum tíma á þig. Ég er bara að reyna með þessu tvisvar, sko. Það er mjög auðvelt að ýta óvart of oft á X og velja að setja ekkert bensín á í staðinn fyrir að bíða eftir bensíninu. Það er mjög kostnaðarsamt. En Jón Ægir er komin í 11. og það er alveg sekúnda í Gunnlaug næst. Við sjá hvað það gerist hérna á toppnum, er einhverja baráttur í gangi. Hannes er komin í 8 sekúndur, það er aðeins að auka spilið. Þorsteinn 2 sekúndur í Kára. Já, það er búin að minka bilið. Já, það er stutt í Davíð og stutt í Evu fyrir aftan Davíð. Þetta er svona helsta að frétta í kappaksstursfréttum þetta kvöldið. Eins og staðan liggur í keppninni akkur núna þá er alveg nokkuð ljóst að við erum ekki að fara að sjá neinn tímtaktist. Það er allir bara uppteknir að halda sín stöðu. Já, það er nokkuð þannig.
það er bara ekkert sólís í boði þessu staðinn enn núna. Pjúra racing í gangi, eintóm ánægja. Við erum á hring 27, það er korter eftir. Seinasti hringur sem að Hannes setti var hraðasti hringur keppninnar. Já, 1:38.7. Manstu hvað tíminn í tímatöku var? Nei, ég er nú Er það ekki ekki bara alveg með það svipað? gott minni. Jú, gott ef ekki. Það var 1:38 eitthvað minni mér allavega. Þannig ég held að hafi nú ekki farið niður í 7 samt. En ég geti náttúrulega verið að bulla bara einhver algjör að þvælu. En Komið fram úr gunnlegin í 10. sæti. Með 20 sekúndar replay á hugsanlega nefði. ég náði ekki að hugsa ná rætt. Ég var að fylgjast með honum Þorsteini þarna. En Þorsteinn er bara að búa sig undir allu á Kára núna, sko. Já, það er bara endurtekning á leiknum frá því fyrir pitstop. Hann vil komast í annað sæti sitt aftur. Hann er mjög líklegur í kvöld. Þorsteinn á fjólblóm tíma í fyrsta sextor. Þetta getur verið skemmtileg baráttu. Og það er alveg, þetta er bara endurtekning frá fyrir pitstop og því að núna er Eva hérna komin í kjölsóið hjá honum Davíð Rúnari. Eða var það rétt á hann allavega? Já. Groundhog dagur á brautinni. Róbert segir hérna í spjallinu að það var 1:38.8 sem var tíminn hans í qualifying. Þannig að hann er búinn að bæta þann tíma í reysinu. Já. Reyndar á léttari bíl, þannig að kannski ekki skrítið, en í keppni, þannig að vel gert. Vanalega er maður ekki að ná eins góðum tímum í keppni eins og í qualifying, sko. Það er talað race pace og svo qualifying pace. Já, þetta er alltaf að gerast. Þorsteinn að taka hérna annað sæti síns með hann komið með innri línuna í fyrstu beygina. Já, hann næri sig. Pláss hann Kári. Já, hann gaf honum mikið pláss þarna, sko. Kannski full mikið pláss. Hann kannski vissi bara að Þorsteinn væri með þetta, hann var búinn að nálgast hann það hratt. Já. Dekki bara aftur orðin bara þokkalega slitin hjá honum Kára, sko, miðað við að það er stutt í, eða það er enda 12 mínútur eftir. Hvað Kárin er að svara. Það er oft í svona aðstæðu eins og Kári var í áðan að þegar þú komið með ökumann innan á þig og þeir eru mjög líklega að fara samhliða í genið beygju, þá verður innri ökumanninn svolítið að gera ráð fyrir ytri ökumannum í sinni línu, þannig að hann þarf að taka þröngri línu vanlega, sem þýðir að hann tæknilega séð er að fara að keyra hægar í genið beygjuna heldur en maður getur gert ef maður heldur bara sinni vanlega línu og reynir að verjast í raun og veru ekki á mikið og gefa ekki á mikið space, þannig að stundum geta menn bluffað í raun og veru, gefa mennum innri línu en haldi svo ytri línunni og hún verður hraðari ef að innri ökumanninn gefur þér space, þar að segja. Ég er að fylgjast hérna með Evu núna, hún er komin alveg í kjölsóið hjá honum Davíð Rúnari. Liggur í honum alveg. Og komin inn á. Já, hún tók inn í línuna þarna. En, freka tæp þarna í exitinu og Davíð Rúnar, ja, hann tekur slippið, sko. En hún ætlar ekki að hleypa honum inn í línuna. Nei. Það er hægara sagt en gert að fara utan á Evu. Já. Diego er að nálgast hérna bara skuggalega hratt.
tjekkaði samt áfram á Evu hérna og Davíð er að hugsanlega reyna framar aftur. Hann sýndi aðeins framstuðarann. Þetta er alveg hörku barðaði. Já, núna eru dekkin bara orðin of slitin hjá honum Davíð til þess að hann geti verið að halda í við hana Evu, sko. Dekkin hjá Evu eru rosalega góð. Hún náttúrulega fór svo mikið seinna í pittin heldur en Davíð gerði. Davíð þarf að láta þetta gerast núna ef þetta á að gerast. Af því að, eins og þú segir, hann er ekki eins góður í dekkjastöðu. Kannski ekki ennþá farin að finna mikið fyrir því, en það er stutt í það. Held að ég sé ekki að fara með rangt mál, en mér minnir að bæði Davíð og Kári hafi farið í pittin áður en að helmingurinn var liðinn af reisinu, þannig að miðað við það þá ættu þeir að vera svona frekar slappir í dekkjamálum þegar seinustu mínúturnar eru í gangi, sko. Nei, byrju, hvað? Hann reynir upp þar á. Er að hraðasta tíma í fyrsta sektor, enda var hann í slipstream. Ég var vel, sjáu hvað hann gerir þetta, fagmannlega. Já, þetta er svona beygja sem þú getur ekki tekið ytri hringinn. Það er frekar erfitt. Ekki nema innri ökumaður sýni alltaf mikla virðingu. Það má ekki hafa, þú verður að hafa mikla virðingu í kappakstri, en maður má samt ekki lúffa heldur, sko, þannig að þetta er fín lína, sko, hvar þetta liggur. Stundum. Nákvæmlega. Þetta er alveg hörku bara það, hann heldur áfram frelsinni og það er ekkert að gerast hérna á toppnum. Þannig að við kannski bara höldum áfram að fylgjast með Evu og Davíð Rúnari. Svo er eitt sem að verður áhugavert að sjá. Og það er hvort að komi eitthvað kærumál eftir þessa fyrstu beygju sem að kostaði Jónæi pódium sæti, nánast alveg garantít, sko. Já, það veldur svolítið bara á Jónæi, sko. Það gerir það vissulega, en það verður alveg fróðlegt að fylgjast með því hvort að það muni enda því að mögulega kosta Þorstein annarsæti. Það er aldrei að vita, en við þurfum held ég að skoða þetta betur, fá replay og mjög líklegt að það hafi nú ekki verið viljandi. Það er alveg bókamál ekki viljandi, sko. Ég held að ég get alveg fullyrt það að það er enginn hérna að fara að gera eitthvað svona viljandi hérna í TR1, sko. Það er mikið lagi af mönnum hérna. Það er líka full hörður refsing að mínu mati á fyrsta ring, ef maður óvart rekst í einhver sem stoppar, ef maður ætlar að stoppa bíðuþurnum, þá tapar maður 13 manns fram úr sér. Það er eiginlega þægilega að taka tíma refsingu eftir á. Já. Það er full, af því að þú veist eins og ég segi, þetta er racing og í alvöru kjarnum myndu allir halda bara áfram og láta race stewards sjá þetta. Það er nákvæmlega þannig. Það er raunverulega það rétta þegar ef við erum ekki að tala um einhverja fáránlegar tilraunir í einhverju baráttu, ef við erum að tala um bara svona svona vissulega gerast reglulega, þá er það oft svona, sérstaklega þegar við erum að tala um fyrsta ring þar sem maður missir 10 framúðir á 1 sekúndu, þá getur það að vera svolítið harður pakki að þurfa að bíða, sko. Já, það er vissulega. Og taka heiðursmanninn á þetta eins og Dimmi gerði á Suzuka á síðasta tímabili þegar var það ekki Dimmi eða var það Tarri, það var Dimmi sem rakst í einhvern og þurfti að bíða. Þá sagði hann að það var bara blessi baráttan um fyrstu sætinu. Já, það er nákvæmlega þannig. Hérna sjáum við líka, ef maður fylgist með hans neðar í griddinu, að Jónæi er komin upp í 9. sæti og við vorum að sjá hann
Jón Valdimars að taka fram úr Guffa. Já. Þannig að Jón Ægir hérna beint fyrir aftan Guffa núna. Það fyrir bík og samloku. Já, það nákvæmlega þannig. Guffi mitt liðsfélagi Kára í Team Nokko. Og þeir bílarnir hjá þeim í ár. Mjög flottir, þetta flott litakombó. Algjörlega. Hákon spyr sennilega út í þetta sem við varst að tala með að bíða hvort að svo hefð sé ekki í T1 en jú, hún vissulega hefðin vissulega til staðar í T1 að bíða ef þú veldur einhverjum árekstri sem að ýtir einhverjum út af eða eitthvað svoleiðis eða snýr einhverjum en eins og við vorum að tala þá vitum við ekki alveg hvað gerðist, við náðum ekki að sjá það nógu vel. Það gæti verið að það hafi verið keyrt aftan á Þorstein og honum hafi verið ýtt í hliðina á Jón Ægi, þannig að Það aldrei að vita. Við náðum ekki að sjá nógu vel. Það voru náttúrulega allir bílarnir í sömu beginni þarna. En núna Jón Ægi bara strax kominn hérna í kjölsæði hjá honum Guffa. Byrjaður að blikka Guffa, hann veit bara að fá hann frá, hann veit bara að vinna sig upp, ná eins mörgum sætum og hann mögulega getur gert. Já, það er pressa á Guffa núna. Og ef það aðeins að nálgast Kára en ekkert í líkingu við pressuna sem að Jón Ægir að setja á Guffa núna, þannig að mér sýnist bara stefni í tilraun til framarbráksins. Mér sýnist það líka. Guffi að verja hérna innri línuna en það bara dugar ekki til. Já, jú, hann með þetta. Þetta pínu eins og ég var að tala um á hann, sko, hann veit að Guffi herramaður, þannig að hann aldrei að fara að blokka í því línuna, þannig að hann ákvað bara að halda dampinum og kannski fer hann aðeins og hægt að veru og það virkaði. Guffi kominn á bensínljósið þetta, þannig að hann þarf að fara að passa sig svolítið ef hann ætlar ekki að vera bensínljós áður en að reysi klárast. Já, sæl. Það er svona kannski 2 hringir eftir. Já, ég hugsa að nái nefnilega 2 hringjum. Þetta verður 3 hugsanlega, ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega sko leið og fyrst kemur í mark þá bara byrjað að flagga af, það klárar engin hringinn af því þetta er endurnarsraus. Já, það er í rauninni leið og fyrsti sem fer í mark eftir að tíminn klárast, þannig að það þarf ekki að vera sá sem er í fyrsta sæti, það er bara nóg að... Basically sko. Já. Nei, jú, það er leið og fyrsta sæti kemur í mark. Það er bara eins og í gær sko, tíminn rann út þegar að Dimmi var rétt kominn úr línuna og Tarri var bara rétt fyrir aftan hann, en þegar keppnin var búinn þá voru allir fyrir aftan Dimma skráður 1 hringi eftir. Jú, sennilega af því að Tarri var bara flaggaður í mark og Dimmi kláraði hringinn. Já, það er þannig sko. En Tarri kláraði bara reysið og Dimmi tók 1 hringi viðbót. Alveg rétt. Já, það er auðvitað þessu saman, en svona leikur þetta. Það er örlítið öðruvísi fyrirkomulag á þessari keppni út af því að við erum með stilt á tíma, ekki hringi. Diego rosalega tæpur á bensíninu sko. Það er svo sem ekki mikið eftir. Það er bara mínúta eftir hérna og þeir að nálgast hérna byrjunina á þá væntanlega seinasta hringnum sem flestir taka. Ef við komum fram úr Kára. Hvernig tókstu okkur að missa þessu? Það er svona, það var Kári... Jón Ægir maður, það er allt Jón Ægir kenna. Já, Kári hefur tekið einhvern slæman hring hérna seinast, hann fyrir 1.42, hann 1,5 sekundu hægari heldur en hann hefur verið að gera vanalega. Og hefur í kjölfarið misst Evi framhjá sér. Já, hann hefur greinilega gert einhver mistök. Það leit ekkert út fyrir að við þyrftum að vera að fylgjast og mikið með þessu, hún var alveg rúma 70 á hann.
En það er svona, það er ekkert að gera ráð fyrir mistökunum eða óhöpunum. Hann er samt ekki nema sekúndu fyrir aftan hana, þannig að hugsanlega nær hann að svara ef hann hristir þetta á sér og Horfðu fóksar. bara á dekkin hjá þeim. Já. Ég held að Eva sé alveg með þetta sko. Ég held að Eva sé alveg með þetta. Hún pittaði náttúrulega mikið seinna. En ég held líka að Þorsteinn sé nokkuð öruggur með sitt annarsæti. Við erum hérna að horfa á Hannes keyra í gegnum markið. Klárar hérna í fyrsta sæti. Hann var fyrstur í markið sínst mér, ekki nema, nei, voru tveir, hérna Skúli og Halli voru komin í markið undan honum, þannig að Hannes kom hérna í markið fyrsta sæti, Þorsteinn er að keyra hérna í gegnum endalínuna í öðru sæti, frábær árangur hjá Þorsteini, Eva kemur inn í þriðja sæti, þannig að það er pódium á báða, og svo er hérna Kári á pódium á báða Team Supernova, Kári kemur í fjórða sæti, Davíð Rúnar er að keyra inn í fimmta sæti, Diego, hann er að detta inn á lokakaflan í sjötta sæti. Jón Valdimars og Jón Ægir vanns upp í 8. sæti, vel gert. Já, þetta er mjög góður árangur hjá Jóna, ég miðað við hvað gekk á hann strax í byrjun. Guffi hérna í 9. sæti. Sjáum við hérna, nei, heyrðu, vá, bara slagur 10. 11. sæti, já. Heyrðu. Hann heit, já. Já, hann hefur verið með penalty. Já, snerting eða penalty eða eitthvað, en Skeiri endar hann í 10. Gunnlaugur í 11. Og já, ég sá ekki, svo Skúli sýnist mér í 12. og Halli í 13. eða ekki, var það ekki henni? Jú, eitthvað svoleiðis. Nei, ég held að ég verði að seifa þetta replay bara eldsnögt og sjá hvort ég nái að nota þetta með að við erum ennþá í þessari útsendingu. Við verðum eiginlega að sjá hvað gerist hérna í þessum ring sko. Það er alveg my library. Við verðum eiginlega að kíkja á þetta. Þetta er ekki vaninn að kíkja á þetta í útsendingu en maður verður að sjá þetta. Vonandi náum við að sjá þetta nógu vel hvað skeður hérna áður en útsendingunni lýkur. Já, við sáum að Þorsteinn er að biðjast afsökunar í lobbyinu til Jón Ægis. Já, það var nóg að gerast í þessari keppni. Hægri vinstri baráttur allan tímann eiginlega. Spólum aðeins ára með það að sjá. Spóla á last. Hvað gerist hérna? Já, nei. Þetta var ljótt að sjá. En já, þetta var frábær keppni. Ég þakka bara kærlega fyrir áhorfið og óska náttúrulega Hannesi innilega til hamingju með sigurinn. Sömuleiðis Þorsteini með annarsætið og Evu með þriðarsætið. Og Hannes fær auka stig fyrir hraðasta hring líka. Já, það er einhver verðlaun fyrir það, eða ekki? Vel út fyrir, jú, er það ekki einhver máltíð á Mamma Mia eitthvað svoleiðis, Antons Mamma Mia, ég man það ekki, þú er ekki að lofa því. Nei, þú getur fengið allar upplýsingar verðlaunin á gtsiceland.com síðinu okkar. Við sjáumst svona það bara í næstu keppni sem að verður á Brands Hats. Já, það verður þurrt hjá öllum, allir á GT3 bílum og það verður bara algjör veisla að æfa sig fyrir þá braut. Já, þetta verður geðvægt. En ég þakka bara fyrir að vera með mér í þessu streamingi og þakka áhorfendum fyrir áhorfið. Við bara sjáumst eftir 2 vikur á Brands Hats í Bretlandi. Takk fyrir mig, bye bye.